Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Snorri Magnússon, íþróttakennari, þroskaþjálfi og frumkvöðl í Ungbarnasundi. Velkomin 24/7. Já, takk fyrir. Botnaði þetta, Ungbarnasund Ungbarnasund bara raunverulega þjálfun í vatni fyrir börn sem eru þá skilgreint sem ungbörn yngri 2 ára, sko. Og þetta alveg hvað frá 38 mánaða sem að koma? Já, ég tekið yngst 3 mánaða, 2-3 mánaða og elst 8-9 mánaða þegar þau byrja. Það er alveg hægt að byrja fyrir og jafnvel seinna, sko. En þetta svona þægilegasti aldurinn að fá börnin til sín. Og núna hvað, ég tala að bara 30% af börnum á Íslandi komið til þín? Ekki til mín. Nei, en bara í Ungbarnasund almennt? Já, 35%. Ok. Það er bara svolítið hellingu, sko. Já, af hverju sækja svona margir í það? Já, Ísland raunverulega sundland. Við förum í frá 6 ára aldri 300 tíma eftir 10 árum, 6 ára til 16 ára, bara í skólasund. Og þetta ekkert svo mikið mál fyrir okkur að fara í sund. Og það skemmtilegt sem við gerum með börnum að vera saman og nálaðinn og svona, það bara að fara í sund með börnunum okkar. Og svo bara spurning hvenær ég var að byrja. Það mjög gott að foreldrar fara með börnunum sínum við svo stið áður en sundkennsla hefst. Ég vona bara að það sé 100% að foreldrar fara með börnunum sín í sund þó að fara ekki Ungbarnasund. Áður en skólasundi hefst. Hverjir eru ávinningarnir við Ungbarnasundi hér? Sko, auðvitað það kannski ekki sundkennsla. Þetta svona svipa og tvíburabróðir minn, hann fer í sund okkur með einsta degi, en hann fer bara í pottinn. Já. Og það alveg sem Ungbarnasundið að ég ekki að kenna börnum að synda, ég að reyna að gera bara allt annað. Og það sem ég hef mestan áhuga á, það fyrst og fremst þessi tengsl, þessi geðtengsl sem styrkja þau sem eru milli foreldra og barns. Ég að búa til umhverfi sem mjög örvandi og ögrandi fyrir hreyfiþroska barna. Ég að vinna með jafnvægi, en grunnur öllu hreyfiþroska jafnvægi. Ég að vinna með söng, ég að vinna með alls konar hljóð og takta, og ég að vinna með styrkja börnin. Og það alveg sjáalegu munur á börnin sem búin að vera í 2 mánuði hjá mér. Það það ótrúlega hvað gerast á stundum tíma. Já, trúið því. Þú og Hermundur gerðu eitthvað rannsóknum þetta? Já. Já, sem vakti athygli á það ekki? En þú sem fórst í viðtal til BBC og... Já, nei, en hún vakti þó nokkla athygli, sko. Það ekki margar rannsóknir til í sambandi við Ungbarnasundi sem sýna einhverja jákvæða niðurstöður. Já. Ástæðan fyrst og fremst svo að víða út í heimi þá Ungbarnasundi einu sinni í viku 30 mínútur í senn. Hjá mér þetta 2 í viku og hver tími 60 mínútur. Þetta 4 sinnum meira. Og þá við að tala virkilega þjálfum, sko. Og svo niðurstað sem kom þar fram, sko, þessu rannsókna var að samhæng var betri og jafnvægi. En það voru 4 ára gömlu börn sem voru athuguð og reyndar var það þannig að börnin máttu ekkert hafa gert neitt annað eftir Ungbarnasundið. Máttu ekki hafa farið í ballett eða íþróttaskóla á barnan eða neitt til 4 ára aldurs. Og það var mjög erfitt að finna svoleiðis íslensk börn. Því að foreldrar eru mjög aktífir þeir foreldrar sem fara í Ungbarnasund eru mjög aktífir að halda síðan áfram með börnunum sínum í ykkur skona hreyfingu. Þannig að börnin fái útrás fyrir hreyfiþörf sína. Og hvernig byrjaði þú byrjaði að prófa þetta á þínum eigin börnum, var það ekki? Það var svona pínu einhvern mótspyrna við að fólk kemur til þín? Já, sko, eins og ég nefndi við áður upptakan fór fram að þessi laug sem ég på Skálatúni, hún var byggð
yfirbyggð 1988. Þá skapaðist möguleiki fyrir mig að því ég var að kenna sund þar fötluðu fólki sem býr á Skálatúni að leigja laugina og vera með ungbarnasund. Og ég hafði áhuga á ungbarnasundi þegar ég hafði skrifað lokaritgerð og íþróttakennaraskólanum ungbarnasund. En ég fekk bara enga svörin. Það var enginn sem vildi ráða með börnin sín í sundi, sko. Það var ekki fyrir að kona mín var ólétt og ég fór að spjalla við hana og hún var alveg til. Þá gekk hún með tvíbura og hún fór að nefna þetta við konur sem lágu á Landspítalanum, sko. Fjölburafæring var svona, það þurfti að vera í ykkur 5-6 daga upp frá, sko. Þannig að allt í einu var ég komið bara ykkur 5 mæður þarna sem voru tilbúin að fara í sund. Þannig svona hófst þetta mér og þetta var algjör svona underground vinna, sko. Ég vildi ekki tala mikið um þetta, sko. Og fordómarnir voru heilmiklir úr öllum stéttum, sérstaklega læknastéttinni. Já. Hvað var það sem voru bara óttið? Já, það voru bara læknar að hugsa um hag barnsins. Vissir raunverulega ekkert hvað máli snýrist og þar að leiðandi ég lendi bara í orðræðum við sérstaklega heimilislækni, sko. Og hún sagðist ekki hafa góða sögur á sundi, hún hafi lært út í Svíþjóð. En síðan sjallaðist það bara. Og það að meðaltali núna hjá mér bara alveg 6-7% alltaf læknar hjá mér, sko. Já. Sem foreldrar. Er það ekki of þannig að fólk gagnrýnir eitthvað ákveðið þegar veit ekki betur? En það er svona eftir á að hyggja, þá var þetta mjög eðlilegt að læknar gátu ekki mælt með ykkur sem vissir ekki hvað var. Og hvað gerir maður þegar maður langar að gera eitthvað og hefur ástríðu fyrir ykkur en maður mæti mótspyrnu? Já, ég bara, þá setti ég mig bara í samband við þessi lækna og fór að ræða við þá. Hvaða upplýsingar hann hefði í samband við, því að foreldrar fóru á bak við sín lækni. Það fannst mér ekki gott. Já. Ég var skoðun með barnið mitt hjá lækninum og ég sagði að vera í ungbarnasundi og hún var mjög ósátt með það. En ég ætla samt að halda áfram. Ég var ekki nú ánægður með það. Ég bara hafði sambandið við kundi. Og síðan mætti alveg sko fara þessar 5 foreldrar með barnið sitt inn. Þá kemur bara ákveðin eftirspurn og boltinn vindur upp á sig. Já, það er bara svo leys. Og í dag ertu með hvað marga í mánuðið að viku eða námskeiði? Ég er með svona 110 börn sem mæta 2 í viku. Já. Í þá 9 hópum. Já. Og það er nóg fyrirspurn og færri sem koma að stað heldur en vilja það? Já, það er mikil ásókn. Það hefur verið sérstaklega núna senstu 2 árin. Já. COVID-inu. Foreldrar leyfðu sér ekki margt en það leyfðu sér að fara í sund. Já. Og ég segi svona bæði í gríni og kannski því að við erum svo vana fyrst að því að ég hvet foreldrar til að vera 2 mánuði en við þetta ráðaði því. En reyndin er svo að þeir eru mun lengur og yfir þessi senstu 2 ár það voru foreldrar alveg 5-6 mánuði, sko. Og ég segi að það er kannski svolítið langt því þau gætu að fara sjálf og unnið með sínum börnum í öðrum lögum og ég fengi þá að taka inn byrjendur en fyrstu 2 mánuður eru svona hugsaðir, sko, fyrir börnin og næstu 3 eru svona fyrir foreldrarna. Þá er bara komið ákveðin rútína sem vilja bara ekki brjóta upp og vilja bara halda áfram með þetta. Sem kannski kemur nú það líka, þetta er líka samrýstum til dæmis með mæðrum sem varandi til dæmis bara hvað það er 14% með fæðingarþunglyndi til dæmis og samvera hefur góða raun gegn því, eða ekki? Jú, ég er ekki vissum að ég fái mikið af þeim mæðrum, sko. Það er reyndar 14% hjá konum, í kringum 14%, en sama tala hjá karlmennum. Sama tala hjá karlmennum, já. Þannig að og ég veit ekki, ég spyr ekki foreldrar en ég fengi heimsóknir frá með hann sjúkranafræðingi fyrir nokkur árum og hún kom og kynnti
sem hjúkrunarfræðing og horfði á og ég fór að spjalla við hana og sagði, já, ég að vinna með ungbarna eftirlitinu og það að koma til mín foreldrar sem í sundu og það svo mikill munur að sjá eftir að byrju í sundinu hvað við leið miklu betur og þá það líka náttúrulega þetta félagslega þetta hitta aðra foreldra með sömu áhugamál sem hvað? Börnin já. Og þar má tala börnin og hvað gerir þú og hvernig gengum með svefnin hjá honum eða henni og öll þessi mál rætt gefa bara góðan tíma og... Algjörlega, þetta svona hópur sem þú tilheyrir já. En hvað þetta náttúrulega hefur vakið heims athygli? Já, ég vinn svolítið öðru seldur en margur annar sko, ég samti við þetta ungbarnasund. Ég nefndi á hann að þeir mæta oftar og hver tími lengri. Fyrst og fremst það vegna þess að hver tími mjög dýr erlendis, hver klukkutími og þá skipta þessu í tvennt. Selja bara hálftíma og þá getur verið með 2 hópa á hverjum klukkutíma. Þannig að þetta svolítið business þar. Já. Ég fór að spyrja út af hverju erum með svona bara 30 mínútur og svo í annan stað þá hafa laugarnar verið miklu kaldari þar. Kannski bara 32 gráður og í Finnlandi voru bara 29 gráður. Þá voru bara börnin blá í varirnar eftir 20 mínútur sko. En ég búin að hækka hita upp því að húðhiti 34 gráður þegar líkamshiti 37 og þegar barnið komin í 34-35 gráður þá geta það verið auðveldlega í klukkutíma ofan í og liðið vel ég skilði og við höfum alltaf til heita vatn já. Og ég hef stundum haldið tölur hingað og þangað það sem við erum að gera og ég auðvitað nefni heita vatni við eigum mikið heitu vatni og það væri bara hættulega heitt þegar kæmi upp úr jörðinni sko. Og ég þyrfti svo mikið að köldu vatni að þess að kæla það niður já. Og þá hef ég fengið spurningu og kalda vatni dýrt? Það helmingi og dýrar heldur en heita en við höfum þetta heita vatn og það ekkit bara ungbarnasundi sem öðruvísi, það bara þessi sundmenning sem hérna á Íslandi það er oft verið að tala að í Bretlandi að fara ef það ætlar að hitta eitthvað fólk að fara á pubin Fraklandi fara á kaffhús og Íslandi fara í sund Hefur enginn reynt að fá það út með þetta? Jú, það er ekkert svona alvarlega sko. Nei. En ég hef verið náttúrulega að vinna með ég var með 2 þjóðverja núna í sumar hann var í 2 vikur og hinn viku sem hún var með spa og ungbarnasund í Þýskalandi og ég var svona þess að sína hvernig ég gerði þetta auðvitað sko ungbarnasund raunverulega bara sund með börnum á þessu aldursári eða fyrstu mánuðunum það til eitthvað sem heitir infant swimming eða infant rescue þá börnum kennt að bjarga sér en þá eru foreldrar til í Ameríku, það mjög erfitt að fá foreldrarinn ofan í þetta vilja bara vera bakkanum þá eru bara kennar með börnin og eins og í infant rescue æfingunum þá eru bara foreldrarinn bara látni fara út og okkur að því að það vera að pína börnin þau grenja og þetta er 6 vikna námskeið daglega og þau eru bara grenjandi mottaði á mér það er eitt sem ekki leyfilegt í sundi það er bannað að gráta inn honni öllum á að líða vel og ekki síst barninu það gengur ágætlega auðvitað ef svangur að þreyttu grátur þá vil ég ekki fá rauða mínus en ef það verður þess að vera misbjóða þá má alveg gefa rauðan sko. Það ekki það sem ég vil vinna með það á að vera gaman
börnunum á að líða vel, fá útrás fyrir hreyfiþörf sína. En þú veist, það skiptir væntanlega, þú verður kallað barnakvíslarinn einhvers staðar, ekki? Það auðvitað það þannig, þegar maður hefur ástríðu fyrir ykkurju og er búin að stunda það lengi, þá er þetta bara spurningum að lesa börn, nálgastu og sjá hversu langt maður getur farið með þeirra samþykki. Og hvernig ætlar að fá 3-4 mánaða gamalt barn til að samþykja það sem það að gera. Það verður bara að lesa þau. Sum börn eru tilbúin til að fara í kafi fyrsta tíma, en önnur börn þurfa bara að bíða í 2-3 vikur, sko. Bara ekki að ræða það, sko. Sér það bara líkamstörningunum og hvernig þeir eru við það? Já. Og því eldri sem börnin eru yfir 8-9 mánaða, þá vita þau nákvæmlega hvað lífið snýst og ég er ekki þar inni og hvað er þú hérna på dekk? Ég vil ekkert vera hjá þér. Þannig að þá verðum að nota aðlögun. Þess vegna vil ég helst fá þau aðeins yngri. 4 mánaða komin börn það íta út þessu tunguna bara og segja er lífið svona skrítið, sko. Einhver kalla að taka mig upp og láta mig standa og jú, þetta er mjög gaman og áhugavert og þau samþykja þetta. Það verður að vera samþykki hjá barninu. Annars þetta brjóta á því. Engin grátur á að vera gaman. Börnunum á að líða vel. Auðvitað verða þau þreyttir restina, en eftir 2-3 viku þá halda allir út tíma. Það er leyfilegt að fara hvenær sem upp úr, eftir 5 mínútur eða 55 mínútur. En tíminn er klukkutími, cirka. Og í hverjum hópi eru 12 börn skráð. Já. Þannig að já, það er 4. Þú sagði líka einhvern veginn við mig sem satt aðeins í mér, sko. Ég spurði einhvern veginn um að borða hvað ávinningar þetta hefur fyrir mig, og svarar einfallega bara ef börn myndi ekki fá snertingu þá myndu þau deyja. Minnir mig hvað sagt. Já, sko það stundum verið sagt, sko, að barn sé raunverulega ekki barn, þetta er bara hluti af móðurinni. Og tengslamyndun er geysilega mikilvægur milli þá eins aðila og barnsins. Yfirleitt er það móðurinn, sérstaklega fyrstu vikurnar, og þessi tengslamyndun á sér stað fyrst og fremst getum snertingu, getum augkontakt, og við notum röddina, og börnin þau líka finna lyktina. Þekkja þá móður sína eða þann sem annars það mest. Og það byggir upp þetta öryggi sem á að vera, það verður að vera missastu einn aðli sem barnið það bara treystir á. Og ef að snertingin, hún talið vera mikilvægst, ef snertingin er ekki til staðar, þá verslar barnið upp og deyr. Það er nýbúið að vera umræða vöggustofunar sem voru hérna á langt árabil. Þar var bara mottaði að sinna ekki börnunum með líkamlega, ekki að snerta þau og mæður fengu ekki að heimsækja börnin sínum að bara getum gler, sjá þau. Getur rétt ímyndað hvað þetta er var harðneskjulegt. Og jafnvel eftir að vita var að tengslamyndun yrði að yfir sér staði fyrstu vikur mánuðina. Þessi geðtengsl. Í getum snertingu, augkontakt og nota röddina. Og því meira sem börnin eru snert, því betur tenging verður þar á milli. Á ákveðnu tímapunkti, svona kringum 8, 9, 10 mánu aldur, þessi sterka persóna sem hefur tengst barninu fer fyrir horn, þá er barnið ósátt, það sér ekki það móðu sína eða einstællingin, jafnvel fer að gráta. Þetta fyrir taugunar á mörgum. Maður má ekki eins og fara á klósetti, þá bara byrja hann að væla. Þetta er alveg, þetta þýðir bara eitt,
það góð tenging á milli. Örugg geðtengsl. Já, góð tengslamyndun þarna og þetta mjög jákvætt og alls ekki að brjóta þetta niður sko. Tengslamyndun góð þar á milli, móðir fer í burtu og barnið verður órólegt af því það bara góð tenging og mjög jákvætt. Síðan er ekki 200 tegunda geðtengslum eða einunur sem er svona meira að barnið þá heldur áfram að gráta og hann kemur jafnvel lítur ekki augun á umönnunaraðilum þegar hann kemur tilbaka. Það er til ekki Bolbi eða Palbi, hvað hér aftur? Sko það er til margar svona rannsóknir sem hefur verið gert með still face. Sko að þú getur verið með barninu áns að vera með því. Það er að segja þú ert til staðar að þú ert ekki að sinna barninu. Að þessi rannsókn byggist á því að móðir er með barnið er að gæla við það og purra framan í og brosa og barnið er mjög ánægt og það er ægilega gaman. Móðurinn fer út úr herberginu, kemur aftur inn og er bara eins og steinn í framan. Og 1 af 2 mínútum þá er barnið hágráta. Ég ætla ekki að nefna símana þegar við erum í símanum og á stað fyrir að vera með kontakt á börnunum okkar sko. Það er áskorun. Það er áskorun. Kannski orðið algengar núna í samfélaginu sem við lifum í eða hvað? Já, ég held að. Og ég bara veit það. Þannig að sko, fyrst kom bókin. Já. Fólk var að lesa með að vera að gefa á hana sko. Svo kom sjónvarpið. Síðan kemur síminn. Ég held að síminn sé mesti skafaldurinn sko. En það hefur góða raun fyrir geðtengsl að vera þá að veita barninu vantar athygli og vera þá eins og þessu byrja fram að niður og allt þetta. Já. Það hlýtur að vera besta sko. Já. Augkontakt, nota röddina og brosið. Það má segja að það sé líka inn í þessu. En snertingin hún náttúrulega reitt. Hvað hugsar þá að þú sérð umhverfislega í símanum? Ég er ekkert, það eru bara allir þarna sko. Já. Ég er alltaf ekki að vera einhver postali að ég hef stundum nefnt þetta sko. Já. Og það vita allir upp á skömmina sko. Það er bara þannig. Við erum í símanum og þetta er kjörið tækjaverð þegar maður gefa brjóst eða pela eða eitthvað að vera aðeins í símanum. Því að það er bara róleg stund. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza er alvöru ítalskt kaffi hylki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allan espresso vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn. Af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta. Og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum
bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Jæja. Ok. Og ég er ekki barnanna bestu, sko. Nei. Varðandi bara svona sund almennt, kom ekki í sundlaugarnar vegna þess að voru svo margir að drukkna á sjónum, eða hverju var ástæðan okkur allar þessar sundlaugar spruttu upp? Já, þetta var bara pólitísk ákvörðun. Já. Og það urðu þarna, minnaði kringu 1918, urðu dauðsföll á svona opnum bátum, bara nokkuð mörg, bara í kringum 1918 og 1920 og bara í flæðamálunu semst það var bara 200 metrar þá kemur bara að koma öldur og bara hrifsa bátana niður og fólk bara lét lífið bara drukknaði hefða hugsanlega kunnað að synda það voru mörgum geta bara bjarga lífið sínu bara með því að bara synda í land og þá var farið að ræða þetta hvað ætti að gera og þá voru að björgunarfélög og svona alls konar samtök sem að stóða því ásamt sveitafélögum að byggja laugar hinga og þanga bæina og það var bara mottoðið var bara það er pláss og sundlaug tangjum eftir sjávarþorp tangjum eða var heitt vatn laugar voru kynntar bara með olíu til þess að byrja með kringu 1940 til 50 mjög margar laugar byggðar inn í lauga þá því að það var dýrt að kynna þetta þetta voru þá líka minni laugar 12,5 metri eins og var upp á Akranesi þar sem ég er alin upp já og þá var náttúrulega gerð sund sem skólaskylda að öll börn ætti að fara kringu 30 sinnum á vetri í sund og læra að synda og þá fyrst frá 7 ára aldri síðan 6 ára aldri það er enda svolítið mísætt yfirleitt er þetta kringum 7 ára 93% af 12 ára gömlu börnum geta synt það er mjög há tala virkilega góð tala sko normenn koma fljótlega eftir okkur í samtöð sundkennslu þeir fá 10 tíma yfirleitt í 4. bekk ég var að tala 300 tíma já, wow á þessu 10 árum já. Þannig að við best að synda þjóða heimi erum ekki alltaf best það lítur að vera með því að reyna að sína fram á þessa menningu sko. já. Og það er ekki stóru mál fyrir þá Íslendinga sem er að eignast börn að fara í sund það er ekkert auðvitað er að þannig að börn eða fólk er hrætt í laug sem er nákvæmlega sama þegar þó að ykkur synd á þau og svona þau eru bara en aðrir vilja vera nálægt bakkanum geta synd og fleitt sér og allt það sko en eru kannski svolítið óöryggir ef einhver að synda mótið þeim og þess aftar og það er eðlilegt líka að það sem þú vilt ekki láta gera við þig það viltu ekki gera við barnið ef við færum saman í sund og ég myndi kaffara ef ég var ránað með það sannlega ekki nei það er bara mjög eðlilegt að ef þú eru faðir að þú myndir ekki vilja kaffara barnið þitt og ég fæ oft svona mér langar að fara í sund og ég vil ekki að barnið mitt veri svona vassat eins og ég er sko en ég ætla ekki að setja barnið í kaff þú verður að sjá það í öllum tilfellum þá hefur það verið þannig að fóreldrarnir sitja báðir í kaff eftir ykkur tíma sem er mjög lengi
og bara finnst notalegt og bara aldrei upplifa svona, veist, að þau voru bara hrætt í sundi og vilja að barninu líði vel þegar það kemur. Því það hálfgerð fötlun á Íslandi að geta ekki farið í sund. Það verslumannahelgi. Hvert ætlar að fara? Já, einhver staðar sem sundlug. Við erum að tjalda einhver staðar. Já, það verður að vera sundlug í kallfæri. Það svo margt sem snýst í kringum þetta. Góðar minningar í kringum sundlaugina. Manstu þegar við fórum með, það var rennibrautin þar, semst, og allt þetta. Það þarf ekki alltaf að vera í útlandum, sko. Nei. Til þess að búa til mér góða minningar. Líka bara, þú veist, sund og ferðana, þú ert ekki með símaðinn. Akkurat. Þú ert, hún heitu það kvöldu vatni, eða fyrir sánuna, eða eitthvað slis, og það hitti fólk og spjallaði fólk og við finnst það bara, sundlaugar eru bara bestu staðir bara á Íslandi, sko. Já, ég hef vitað normenn sem að koma inga og stíla en það, prófa alltaf nýja lög, eru hérna kannski í 2 vikur, farið sund okkur einstætt degi og skiptum lögar. Finnst þeim ekki spennandi líka útlendingunum með? Að farið sund? Já, mjög spennandi. En einhver önnur, Finnland til dæmis mikið með sánur og svona, en einhver annar land sem með svona margar sundlegar og með svona menningu? Nei, ekki semst almennislögar. Nei. Amerikani, hann náttúrulega í Flórida og svona, það bara villan og sundlegin og bakvið, sko. Og hérna, en svona almennislögar, það bara, þetta bara allt öðru í sig. Og þegar útlendingar átta sig á því að sundlegin almenn sundlaug og allir að koma að hinga og þanga, þau fara átta sig á þessu, þá þetta bara mjög spennandi. Algjörlega. En hvað hérna, og þú talar þú veist, 8 að vera lögin og svona, hvað, var ekki daginn að koma að sund væri valkvæmt einhvers staðar? Já. Og hvað finnst þér það? Nú að tala það. Já. Sko, ég vil náttúrulega ekki þvinga einni neitt, sko. Nei. Að sérstaklega þetta þegar komið á viðkvæman aldur. Og þetta náttúrulega í sambandi við, sko, sturtu menningar hérna á Íslandi, sko. Að þegar ungt fólk komið á kynþroskaaldurinn, sko, þá þetta feimnismál og við þurfum einhvern veginn og þegar erlendir aðilar koma hinga, þau bara Íslendingar, þetta algerir, sko, þau bara baða sig með bræðurum sínum eða systurum og allir berir sína sig bara fyrir framan aðra. Þetta þykir alveg bara með eindæmum astanlegt, sko. Og fólk hefur margolt snúið við í sturtuklefum hérna á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Bara, ég læt ekki bjóða mér þetta. Svo einhver með prik og segja bara, þú að fara í sturtu og baða þig, bara. Þetta bara, við erum bara vönið sér frá unga aldri. Okkur þykir þetta ekki stór mál. En að þvinga fólk í sund á þessum aldri, 12, 13, 14 aldri, ég veit það ekki. Mér hugnast ekki svo þvingun, sko. Að það er hugsaðilegt að hafa þetta valkvætt. Sko, ef við náum þessum árangri með 93% kringum 12 ára aldurinn, sko. Ef við getum sett eitthvað línu þar að eftir 12 ára þá var þetta valkvætt. Þá bara eitthvað önnur hreyfing í staðinn. Er þá rökin fyrir því, er þá aðalega varandi þessa sturtumenningu og þau hefur verið kynþroska, það aðal málið? Já. Það ekki óttinn við sundið í rauninni? Nei. Ég held að, sko, það allir róttir syndir hérna, sko. Já. Það náttúrulega krefandi, þú ert að þroskast og sumir byrja að þroskast meira en aðrir og vera að benda á að gera grín. Viðkvæmur eldur, sko. Mjög viðkvæmur. Og það er bara þannig. Já. Og sko, auðvitað þannig að hérna foreldrar koma í sund og þetta er litlis búnisklefar hjá mér, sko. Og ég heiklust sendi fólk inn í sturtu eða alltaf bara fara í hérna
í sundhöllu sín og ofan í. Eini möguleikin, við erum með börnin okkar, eini möguleikin að það komi óhreinindi í laugina er ekki vegna þess að það blandast ykkur staðar óhreinindi í vatnið ykkur staðar úr pípunum. Nei. Það er vegna þess að foreldrarnir er að koma óhreinindin í laugina. Við svitnum öll líka í sundinu. Ákveðinu þvagefni og þess vegna verðum við að vera með klór. Og ég var ekki þáttangandi í þessari rannsókn en ég las þetta að ef ykkur fer í sund á þess að taka sturtuna þá er að meðaltali 1,4 grömm af saur sem fylgir hún. 1,4 grömm af saur ef einstaklega fyrir ekki sturtu árum fyrir honni. Já. Þannig að það er bara líka latrið þú hefur eitthvað vel að rassin að koma honni. Og það á ekki að finnast klórlykt í sundlugum. Nei. Því að það ef að vatnið er skítut þá gís upp klórlykt. Því að þá er klórin að binda og drepa lífrænu efnin sem eru í lauginni og þá kemur klórlykt. Ef það er klórir í vatni og vatnið er hreint þá er ekki klórlykt. Ef við varum með fullan bala af klór inn í lauginni það var eiginlega engin klórlykt. En ef við myndum henda inn hamborgara í þá heldur betur myndi glósa upp lykt maður. Hvað finnst þér ísbaðsmenninguna sem hefur komið til Íslands? Mér finnst það frábært að fólki að fara bæði mér finnst sjórin alveg heillandi. Já. Ég sem ungu maður þá fór ég oft í sjóin. Ég var svo grannur, mjög skítkalt en þetta einhvern veginn togaði mig sko. Nú er ég vanur 35-6 gráðu hittuvatni þannig að ég er ekki að fara mikið í sjóin. Það eru bara svo mikið steinefnum og alls konar efnum í sjónum sem er svo gerir húðina svo góða sko. Kalda vatnið það er sérstaklega gott fyrir okkur eldri sem erum eitthvað að fara að finna fyrir liðum og svona. Þetta er bara fínt. Ég er ekki alveg þar. Nei, ég skilji. Það er líka við eins og að fara í sjóina er líka eitthvað svona náttúru element líka sem fylgir sko. Já. Það er eitthvað annað við það sko. Já, það er það. Fara á strendur erlendis þessum sjórinni heitur og svona. Þetta er yndislegt. Já. Og síðan að því að það er líka þessi sánur og guðuböð og við vitum að Finnarnir eru mikið í sánunum. Já. Ég held að það er einhver rannsókn þar bara fólk sem fer að meðaltali 3-4 sinnum í viku í 10-20 mínútur í senn eða eitthvað svo leis þau lifa bara margt lengur heldur en þeir sem gera það ekki sko. Ok, ég hef ekki séð. Nei, það sé miklu ávinningar sem já, ég geta þetta er bara vatn sko þetta er bara heitt vatn, þetta er bara yndislegt þetta er bara ekkert annað það er nákvæmlega sama hvernig þið líður þú ferði í sund ef þú ert í góðu skapi og ferði sund þá kemur jafnvel enn hressari upp úr ef eitthvað er þungt yfir þér og þú ferði sund þá er alveg pottþétt þú kemur lettar upp úr þannig að sundferð hún er mjög jákvæð og síðan verður þetta líka maður svona ánetast þessu hvernig heldur að mér líði núna í sumarfrí ekki svelu úr alltaf í löðinni. Nei, alltaf fer ég að finna bara, hvað er svítalikt að mér? Maður að puða eitthvað svítalikt að mér. Já, ég er sammálið, maður ánendist því ég er búin að vera alltaf á kvöldinu og ég fæ bara svona, ég verða að komast í Vesturbæjarlaugina og bara taka mína rútinu þar. Og nótabenn, alltaf sama laugin. Já, það er yfirleitt þannig sko. Það er mjög íhaldsam með það sko. Já, það er mjög, ef einhver laug er lokuð þá bara sko, er allir mjög öfusnúni sko, og finna einhver aðra laug sko. En hvernig er þú eins og eins og ég er í ástandum upp þegar ég fór með afminn með sund og hann var 92-3 þá og fór með honum, ég held að það er mjög gaman, góð stund hjá okkur félagunum sko, og þá var ég komin í skápinu og búin að klæða múr og lítið kringum mig og hvað er afi? Hann er ekki nei, ok, hann fór auðvitað í skápinn sem hann fer alltaf í, skilur og ég farið með til hans og sem mætti við sturtunar og ég að baða mig lítið vinstinni að vera afið þar fyrir fram á eina sturtuna
að bíða, það er maður í sturtunni, þetta er sturtar hans en ekki, það voru fullt af sturtur laus á hliðina á mér sem voru komnur hún í laugina og ég sagði að ef ekki koma á í guðbæðið nei ég byrja alltaf á heitabottinum tek 3 ferðir í lauginni fyrir síðan í guðbæðið og enda á saltpottinum gerð þú bara það sem þú vilt og við hittust eftir 20 mínútur Ertu með ákveðna svona rútínu festist þið ákveðna rútínu líka? Já, það ég sko ég búin að vera að fara að meðaltali svona 300 sinnum ári í sund síðan ég var 9 ára og auðvitað veist stundum höfum að þurft að vera í sko þegar ég var yngri þá var ég bara på Skaga og síðan náttúrulega var ég í Vestmanni þjálfað þar og ég var að þjálfa hérna í Sundhöllinu og Laugardalnum það var bara keppnisfólk já, maður festist í maður vildi leggja bílnum í sama stæðið og allt sko en maður ekki bara svona jú, þetta er svona maður bara vanafastur og einhver tekur bílastæðið mann einhver er í sturtunum hans hvað þykist þessi að gera? Hvað vilt þú upp á dekk? Ég er nú kannski ekki þannig ég býð eftir einhver sem er í einhver annar klári sturtuna sko. Já, ég svona en þetta farið í sömu sundleina sama fólkið og já, það er bara mjög eðlilegt sko. En hvað að þú varst sundþjálfari hvað hefur þjálfari, góðu þjálfari hvað einkennir hann? Ég veit ekki það er sko ég var náttúrulega bara sko ég var að þjálfa raunverulega áður ég fór íþróttakennarar sko. Síðan hef ég raunverulega ekki þjálfað neitt sundlið sko þannig að ég hafði bara passion fyrir því að vinna með börnum og fólki og kenna þeim að synda og þjálfa þau og annað sko það er á þeim tíma svolítið kassamur, ég var ekki góður sundmaður ég var aldrei með, ég fór ekki undir mínúti einu svona í skriðsundi þannig svoleið sko en í 100 metra skriðsundi en ég var svolítið naskur á að vinna held ég með fólkinu sko það er bara aðeins innsæi sem að þarf bæði eftirgefanleiki og síðan sýnni það þarf að vera svolítið svona, já fá fólk til að vinna það er eitt að mæta sundæfingar eða æfingar og annað hvað maður gerir á æfingunni það er ekki nóg bara að mæta þú getur alveg að fara í gerum sundæfingunum bara já, það er bara vinna sem fer það fram sem skilar árangri ég man eftir Óla Stefán í atvinnunum okkar hann var að þjálfa son sinni að gefa fótbolta minni mig og hann sagði, ég get gefið 100 sendingar svona þig og þú veist, þú bætið ekki það mikið svo ég get ekki 10 svona sendingar og bara þrumað á hann, sko þarna ertu að fara að bæta þig, sko það tengist því aðeins það var hann sem kom með þessa flegu setningu, sko það er ekki æfingi sem skapar meistarann heldur aukaæfingi það er algjör tópmaður hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærði á henni? líklega bara sjálfsagt fólk já það er Halldór Laxness já. Laxness sko, ég segja að Laxness hann var fyrsti ungbarnakennarinn hérna á Íslandi því að í sjálfstæðu fólki þá segir hann hvað var hann ekki Björn og Istamíri eitthvað svo leiðis og það var vinnukona og hann spyr vinnukonuna veistu það að ef maður setur barni í vatn þetta var 1934 sko eða 35 þegar bókin kom út að þá gerir barnið ákveðnar hreyfingar taktfastar hreyfingar í vatninu og hún guða sig og bað hann vinsamlega að segja engum frá sig því það geti verið misskilið alltaf að drekka barninu það var bara ekki tíðkast ekki að setja svona börn í bað á þessum tíma en þegar hann skrifaði bókina það var fyrsta rannsóknin
með kvikmyndavél, það var að vera að skoða hvort það væri rétt að börn væru með sund reflexhreyfingar og það kom í ljós og hann hefur einhvern veginn rekist á þetta og leta í bókina sína hann Laxness, hann brjótir enn tímsum Já, ekki Það ákveðin reflexir sem koma í vatni Já, börn fæðast með ýmsa reflexa og eitt af því sundreflex kallast sundreflex að bara taktfastar hreyfingar sem barni framkvæmi þegar það sett í vatn og þetta bara alveg eins og bara með að grípa og sjúga og allt þetta Já, bara Það áhugavert Já, grípreflexin og allt þetta, já þetta bara varnar viðbragð en auðvitað geta börn ekki bergað sér sko Nei En svolítið sjálfstæð, þeir eru svolítið háð móðurinni, sérstaklega fyrstu mánuðina Já Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vill deilaði með okkur eða það umræðilegt að við þurfum að vara okkur við því Ráð? Já bara sinnum börnunum okkar það, sko ég veit ekki hvort maður á að fara út í einhverja erfiðar braut, sko börnin þurfa svo mikið á okkur að halda sérstaklega fyrstu 3 árin að það synd að við þurfum að setja það frá okkur þó að sé ekki nema bara stuttan tíma dag ég tala ekki þegar þetta er orðið 8 eða 9 tímar það er algjör synd og það er algjörlega vita það er búið að skrifa lærðar greinar þetta að það er nauðsynlegt að sami einstaklingurinn sinni börnunni og það getur verið 2, kannski 3 þá er að tala báða foreldra hugsaðlega amma eða afi eða það verður að vera og hvað getur við gert það þarf 2 til að vinna fyrir heimilinu við verðum að setja börnin frá okkur þetta er alveg rosalegt örgulega frustrasjón sem foreldrar eru í til ykkur að 4., 5. mannskju sem á að sinna barninu og þekkir það ekki og kynnist á allt öðru vettvangi hvernig heldur barninu líði? Nú er ég að skapa ægilega umræðu sko en það er vitað að það er best fyrir börnin að vera hjá foreldrum sínum Það verða ekki þessi fyrstu 1000 dagar sem skipta mestu máli kváðandi bara velfarna barnsins Já og þá er að tala líka meðgangan Já meðgangan og fæðingin og síðan næstu ég myndi segja alveg til 3 ára veist Já og þá er það þá vantarlega bara krafan á vinnumarka og fleira sem hendir veist, að það gerir það verkum að fólk fer fyrir frá barninu sinu en það ættir að vera Já og jafnvel að sko það er þó þannig orðið núna að ef ykkur leyfir sér að vera lengur í fæðingarorlofi þá bara, hvað gerir kona þín eða hvað gerir maður þinn ætlar að bara taka árið eða ætlar að taka 2 ár fyrir 30 árum síðan 40 árum síðan, það bara, þú ferðu út að vinna eftir 4 mánuði, láttu engan grandaði þetta heima sko var sagt við mæðurnar hvort heldur þeim líka betur að vera það var þrýstingurinn að fá alla út en núna er bara það er samviskubitið sem að hlýtur að sjá unga foreldra sko og það er svo mikilvægt að þú veist að tala um þunglindið það er svo mikilvægt að það fólk sem fær fæðingarþunglindið að það fái aðstofnum sem þarf til þess að vinna með barninu sinu og ég er ekki viss að allir fái alveg almennilega næga aðstoð þarna auðvitað má segja að þetta með tíð og tíma þá kannski lagast það en þá er barni kannski búin að missa af kjör aðstæðum í frumbenskunni Er það ekki það sem við tala nú oft
talandi forvarnir og svona, talandi í geðhjálp að grípa fólk á hana fyrir í fossin, sko, sem fyrir að grípa það þegar komið í fossin, og þá talar oft foreldrafræðslu, sko, og þú veist, og hjálpa foreldrum, af því þau eru náttúrulega með börnin þessu fyrstu 3 ár, sko. Já, það núna verið að bjóða upp á foreldrafræðslu á seinni hluta meðgöngu og sérstaklega fyrir karla. Hvað eigum við að gera? Karlmenn með konun okkar óléttar. Getur við orðið ykkur í liði? Og það heldur betur. Því að það ýmislegt sem á sér stað og við verðum þá bara að grípa inn í og vera bara virkari og tillisamari og annað, því að þetta náttúrulega rosaleg breytingur á konu að ganga með barn. Ekki höfum við gert það, þannig að en það hlýtur að vera alveg rosaleg breyting og við verðum, karlmennum verða að átta sig á því að konan ekki alveg svo sama og hún var þegar var óþunguð, sko. Og það verið að bjóða upp á þetta núna. Og það er úskandi að verði breyting á af sem flestir. Það þarf ekki marga tíma bara svona til að ræða þetta og setja inn hvernig getur þú hjálpa og tala eftir að barnið fæðist. Þá eru margir karlmenn algjörlega bara í lausu lofti. Hvað hlutverk hef ég hérna á heimilinu? Og líka bara fyrir karlmenn sem læri ná tilfinningarnar sínar og geta tekið meiri vikt og taka tillit til og vera til staðar og annað. Og svo eru líka þetta samspil milli af og ömmu og nýorðna foreldra. Að það er oft mjög sérstakt, því að það vill lengi verið ná gafli hjá börnunum sínum, sko. Og það ráð sem ég gef er það að ef ykkur afinn eða amman réttir fram litla fingur, aldrei að taka í hann. Taki upphandlegginn og dræðu til barnsins. Því að afar og ömmur geta verið bara 3. og 4. hjól undir bílnum. Góð aðstoð, það er svona öðruvísi hraði í kringum af og ömmu oft. Það er vel þekkt að börn sem alast upp hjá af og ömmu eða hafa góða möguleika á því að heimsækja og vera með og þess áttar, þau tala allt öðruvísi. Orðaforðin er allt öðruvísi. Og þetta þekkist vel með svo leikskólanum. Talaði Björn Hjálmarsson, Geilanur Bugl, hann talaði um þessar 3 eða 4 byltingar. Það var starfnabyltingin, vinnubyltingin, að nú konur meira á vinnumarkaði, og síðan var það þessi 3 kynslóða undir sama þaki í byltingin. Það er ekki þannig í dag, sko. Þú hefur ekki jafn mikinn aðgang af og afa. Nei, það eru allir svo upptennir. Amma er bara, hún er golfi út á Spáni og afi, hann er bara sjónum með það, sko, eða eitthvað stað, sko. Það er nóg að gera hjá fólki, sko, jafnvel þó sem komið yfir 70, sko. Hérna áður fyrir var miklu meiri ró, skilst mér, í umhverfinu. Nú sem mikil hraði og allir þurfa að gera eitthvað. Já. En hver var lausnin þá? Hvernig gæti fólk, ef fólk hefur áhyggjur því að það er að halda upp í heimilinu? Hvernig er hægt að selja fólki að vera þá lengur og hvað þarf að gerast? Er það eitthvað sambland milli bara ríkisins og fyrirtækisins og það þarf eitthvað að gera. Sko, það er ekkert eðlilegt þessi lyfjanotkun sem er notuð með ADHD og allt það, sko. Gæti það verið, getur þetta legið í frumbenskunni? Gæti það verið? Að við erum búin að missa ykkur staðar, eitt hlekkin úr. Við erum með að gefa þessum unga fólk okkar miklu meira líf heldur en nágrannsjóðir. Er það eðlilegt? Er ykkur stað þar sem við þurfum að sittast niður og íhuga hvernig getum við gert það betur? Ég veit til dæmis í Sviss, í grunnskólanum þar,
þar fara börnin heim í hátíðinu og þau fá heitan mat og þá ekki verið að tala klemmubrauð sko. Nei. Það bara eldað ofan í börnin heima í hátíðinu. Hvað þýðir það? Annar aðilinn verður að vera heima taka á móti börnunum í hátíðinu. Og það er líka talað að samverðum í fóldrum og stuðningu frá fóldrum sé eitthvað sem skiptir hvað mestu máli. Öllu. Og það sko það talað að það besta sem að væri kannski fyrir börn að foreldrarnir hefðu börnin hjá sig til 14 ára aldurs fær ekki eins og skólan sko bara heimakensla þetta lærði ég á sínum tíma í Þjóðskólaskólanum. Hefur þið skoðað eitthvað gannislag eða svona rough and tumble play, hefur þið heyrt eitthvað það varðandi þroska og uppeldi? Nei. Það talaði að þú veist svo ég á 2 bræður og við slóumst alltaf rosa mikið og það var rosa gaman og það virðist að gefa góða raun upp á bara félagsfærni og þroska hjá ungu börnum að geta verið í gannislega og það er ekki alvöðslega, það er bara gannislega sem ég heldur í ákvæða tilfinningar. Já, ferðið við mörk og lærir á mörk og allt svona og það hjálpa þér að reyna að beisla kannski einhverja aggressjón eða þú verður færið ADHD eða eitthvað, þetta hjálpa svona til að vinna á móti því, skilur. Já, örugglega. Og fá útrás fyrir hreyfið sína. Já, svo er það líka, og snerting og það talaði að þetta getur til dæmis beislað, þú veist. Já. Hvað er eftir röðinni? Ég er yngstur. Þú ert yngstur, já. Þannig að þú er sá sem að varst fyrir því að það var sérstofan að þú varst kittlaður í drep. Já, og bara sem betur fyrr, sko, þeir eru svona 2 handboltajeppar, sko, miklu stærri og sterkari, sko, en þeir leiðu mér ofta að vinna, sko, held ég. Það var betur fyrr, svo ég nefndi að leika við það, sko. Þannig að við slóumst alveg bara nýhættir að slást, sko. Það var bara þegar maður kom í mikið styrk á þeirra að fóra þessa að minka, sko. Voru hrættir við þig. Það talaði ef börn fá ekki svona rými. Já, fá útrás fyrir hreyfið þar sína og að umhverfið að það sé örvandi og ögrandi. Að börnin fái áskoranir og á hvað aldri? Aldur er ekki inn í myndinni. Það er engin, það er bara allir fá útrás fyrir hreyfið þar sína að umhverfið sé örvandi og ögrandi og maður sé bara, maður sé áskoranir og við erum að tala börn hvítúðanga og upp í fullorðið fólk, fullorðið fólk. Er þetta ekki bara Vygotsky, Zone of Proximal Development? Þetta er að þú leggur upp svona hæfilega áskorun fyrir það munar að milla sem krakkin getur gert sjálfur að unga barni getur gert sjálfur og það sem þú getur lagt upp fyrir hann, basically. Jú, maður þarf að finna það, sko, að dæmið má ekki vera erfitt, sko, að þau nái að krafla sig, sko, og jafnvel með kornabönd að skylda að velta sér í dag. Það þarf ekki að bíða eftir í. Þú bara veltir barninu og upplifa hreyfinguna. Það er allt í lagi. Hvernig fer barn fyrst að skipta í kornis? Móðukviði, ok. Það getur gert það sjálf 2,5-3 ára. En það er alveg hægt að leyfa að fara í kornis áður. Bara finna, upplifa snúningin. Jafnvægi byggist á 3 þáttum. Fyrst og fremst bógöngin í innri eyranu, sjóninni og síðan nemum í líðamótum. Og þessar hreyfingar, snúningur og allt þetta bara þjálfast upp. Og það þarf að vinna með jafnvægi alla tíð. Grunnur á svo mörgu. Er ekki saman bara eins og tala ung börn, foreldrar talaði ekki svona aðeins fyrir ofan hefnina hjá unga barninu, svo það læri, skilur mátt ekki tala bara eins og fullorðin, þá er það náttúrulega engur, nú talar eins og unga barn þá bara heldur áfram að tala eins og unga barn, en það er eitthvað svona smá hann að böfður á milli. Já, þú hækkaði viltum áttu góðan daginn, elskan mín, ertu vöknuð, það hækkaði sig aðeins upp, en það er allt í lagi að nota alls konar purr og fruss og ull og annað, meðan börnin er að þjálfa upp talfærin og alls konar hljóð, en þegar maður tala til þeirra þá maður vera svolítið skýrmæltur og þannig að læra að tala almennilega. En hitt er mjög mikilvægt að leyfa þeim að upplifa purra og ulla og alls konar. Þetta er svo áhugavert. Ég var í þroskasálfræði og sagði kennarinn minn með að börn gráta í takt við tungumálið, bara þau eru nýfædd. Já.
sem mér bara magnað. Já, og þú hefur heyrt þessi, hvað er það, 5 hljóð sem alheimshljóð. Að það sé bara na, ma, ég kann ekki þetta, en þeir sem hafa fullkomna heil, þau geta greint þetta hjá börnum, hvar sem í heiminum. Og við erum að tala bara, sko, börn yngri 3 mánaða, sko. Þau segja til ef þau eru illt í maganum eða það sé komið í bleiuna og þessu þyst og þess aftar. Það er ykkur 5 hljóð. Það er magnað. Já. Svo er foreldrarnar að ég hef spurt foreldrarnar, hafið þið heyrt þetta? Já, ég nota þetta, einstaka hefur lært að þekka þá gangi 2 eða 3 hljóð, sko. Magnað. Það er magnað. Ég spyr alltaf þessari, ef þú mættir einungis koma einu skilaboð og framfæra út lífið þitt til annar eins líka, hver var þessu skilaboð? Skilaboðin verða þannig að þeir sem eru koma á eftir okkur þeir verða ennþá betri en við sjálf í hverju sem að þeir verða móður og föður betrungar, þannig þróast lífið. Að þú skiljir það sem koma eftir þér betri heldur en þú varst. Já. Er það ekki bara svolítið ferlið? Jú. Ég held að þessi góð loka orð. Snorri? Já. Bara takk innilega fyrir að gefa tíma til að koma að spjalla og áhugavert að ræða við þig og bara takk fyrir að sinna þínu mikilvæga hlutverki og við hlakka til að fylgjast með þér áfram. Sem ótrúlega mikilvægt.